Komið sælir áhorfendur góðir og verið velkomnir í frétta- og umræðuþáttinn 21 á fimmtudagskvöldi. Þetta er dapurdagur í flugsögu Íslendinga sem er einmitt 100 ára í ár. Fyrsta íslenska flugvélin kom til landsins 1919 og nú 100 árum seinna erum við að segja sögu WOW lokið, illu heilli. Það langaði marga til þess að þetta flugfélag, ágæta flugfélag, gæti lifað áfram og haldið uppi öflugri samkeppni í þessum mikilvæga rekstri í þjóðarbúinu. En svo fór eins og fór og við þekkjum fréttir dagsins. Við ætlum að fara yfir sviðið hér á næstu mínútum, fá til okkur 4 góða gesti til að greina atburði dagsins og það sem blasir við á næstu dögum, vikum og mánuðum. Það er kannski sammerkt með þessu fólki að það er ekki að fara á taugum. Við ætlum að fjalla við lögfræðing Neytendastofu neytendaréttinn hjá fólki sem er ýmist úti eða var að fara út. Og við ætlum líka að ræða við Stefán Brodda Guðjónsson, forstöðumann greiningardeildar Arion banka svona efnahagslegar afleiðingar þessa. Og síðan verðum við líka með fleiri fleti á þessu máli og þar á meðal viðtal okkar sem er að fara í hönd við Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjónustunnar. Hvernig byrjaði þinn vinnudagur? Já, hann byrjaði náttúrulega á því að maður vaknar með svona létti í hjarta yfir því að ekki verði að verkföllum. Mátti að hefjast á miðnætti í gær. En síðan tók náttúrulega fljótt við bara þeim leiðum að leita á fréttir. Þá svona saman að það var eitthvað að gerast og þegar þessar fréttir koma í hús að þessu sé í rauninni lokið þá voru það náttúrulega mikil vonbrigði og það sem hann hugsa náttúrulega verið fyrst hugsað til eru bara það er 100 manna sem er að missa atvinnuna og allar fjölskyldurnar sem standi kringum það og þetta er náttúrulega það er mjög erfitt mál fyrir mjög marga núna í dag, þetta er vonda fréttir. Síðan þegar maður horfir á stöðuna kannski svona víðar, þá getum við náttúrulega kannski ekki sagt að þetta hafi komið sérstaklega á óvart með það sem við höfum verið að fylgjast með undanförnum vikum og mánuðum. Því miður og þá hefur legið fyrir að félagið hefur verið í rekstrarerfiðleikum og það sem að þetta hefur verið svona einn af óvissu þáttunum sem hefur legið yfir ferðaþjónustunni sem hafa verið ansi margir og ég held að megi svona með vissu segja að það hefur ekki verið jafn mikil óvissa í íslenskri ferðaþjónustu frá Eyjafjallajökulsgosinu og kannski ennþá meiri núna vegna þess að það er svo margir þættir sem að leggjast á þá sveif. En þetta er ákveðin niðurstaða þá sem við höfum úr þessum hluta og við verðum þá að vinna áfram út frá henni. Hvernig metur þennan skell? Er þetta stór skellur fyrir íslenska ferðaþjónustu? Já, þetta er nokkuð stór skellur en við eigum kannski eftir að sjá svolítið hversu stóran verður vegna þess að við vitum það að önnur flugfélög er að horfa til þess að fylla náttúrulega upp í það markaðsskat sem að myndast þarna. Við erum með fullt af ferðamönnum sem hafa bókað sér ferðir til Íslands með WOW. Þeir munu væntanlega að hluta til að minnsta kosti vera að leita sér að nýjum farskjóta til Íslands. Koma samt, vonandi, ef þeir fá flug á viðráðanlegu verði og þeim tímum sem þeir ætlaðu að koma. Við erum náttúrulega hins vegar líka með fjöldan allan af ferðaheildsölum sem er að koma hingað hafa stemt á að koma hingað með hópa. Og margir þeirra hafa pantað með WOW og þurfa þá núna að fara að leita því hvort þeir fá verð á flugi og sambærileg verð til þess að setja inn í sína pakkasölu og við vitum ekki alveg hvernig því mun reiða af. Þannig að það er svona margvíslegir þættir sem að koma inn í þetta. Það sem við verðum að horfa á kannski fyrir ferðaþjónustuna í heild sinni er það að í þeim aðstæðum sem að rekstur ferðaþjónustufyrirtækja er í dag þar sem hann er í járnum og við erum að sjá það að þau hafa verið að hagræða á undanförnum vikum og mánuðum. Samþjöppunarfasinn er hafinn og hagræðingarfasinn er farin í gang. Við höfum séð það, við höfum búin að vera að tala um það síðan síðastliðið sumar og þetta mun augljóslega hraða á þeim fasa og gera hann ennþá sársaukafyllri heldur en hann hefði þurft að vera og hættan sem í þessu liggur er fyrst og fremst sú að þó að við vitum að yfir lengri tíma, 6, 12, 18 mánuði, þá jafni svona hlutir sig út á sjálfbærum áfangastað. Það er að segja flugfélög stíga inn í þá eftirspurn sem er til staðar og áfangastaðurinn Ísland er ennþá sterkur, að þá eru ferðaþjónustufyrirtækin kannski ekki í stakk búin til þess að glíma við það ef að
meiri hlutin af sumrinu verður ef að tekjumyndun sumarsins hverfur á stóru leyti. Vegna þess að árstíðasveiflan í ferðaþjónustunni er svo mikil en þá þrátt að margt hafi verið unnið til þess að minnka hana að langstærstur hluti af öllum ferðaþjónustufyrirtækjum á Íslandi nær inn sinni tekjumyndun og sinni framlegð á sumrinu og öxlum í kring. Þannig að missa það út er bara gríðarlegt högg ef við missum það út að einhverjum hluta. Sko, menn hafa velt upp mörgum steinum í dag. Það er til dæmis augljóst að WOW var mjög öflugt á Ameríkumarkaði. Skóplaði þaðan inn ferðalöngum til Íslands og svo áfram. Og menn óttast mjög að það komi enginn til að leysa þann pakka af. Er það sérstakt áhyggjuefni? Ég held við verðum að horfa á bara hvernig þetta muni raðast saman. Það er rétt að WOW hefur verið að koma inn með töluvert af Bandaríkjamarkaði en við þekkjum það svo hins vegar líka að í ferðaþjónustu á Íslandi að þá hefur Mið-Evrópumarkaðurinn verið verðmætari markaður, þar að segja verðmætari ferðamenn í heild sinni. Þeir koma hingað, færðast meira landið, þeir kaupa meiri þjónustu. Þeir eru lengri daga, kaupa fleiri gistinætur og svo framvegis. Þannig að þó að bandaríski markaðurinn hafi stækkað mikið, þá höfum við séð þá svona verðmætamarkaði dragast saman kannski á móti. Eitt af því sem að gæti gerst í þessu og við kannski vonumst til að verði niðurstaðan, eða svona hægt að vonast til þess að verði niðurstaðan á einhverju leyti ef að flugfélög stíga inn í þetta rými, er það að það verði þá kannski meira jafnvægi aftur þarna, þar sem að náist jafnvægi á milli þessara markaðsvæða. Og auðvitað bandaríski markaðir mjög mikilvægur fyrir okkur líka. Þeir hins vegar eru einfaldlega með styttra sumarfrí og stoppa þessuna styttra, fara styttra út á landið og svo framvegis. Þannig að ef við horfum bara á heildarmyndina, þá hefur Mið-Evrópumarkaðurinn verið svona kjölfestu markaður fyrir íslenska ferðaþjónustu og það má búast við því að þau flugfélög sem eftir standa muni horfa svolítið til þess. Ég get ekki með neinum móti sagt til það núna hverjir muni stíga inn í Bandaríkjamarkaðinn, en það er alveg klárt að ef það er eftirspurn þá muni einhverju gera það. Þú ert auðvitað í daglegu samstarfi við alla þína félagsmenn hringinn í kringum landið. Þetta er stór atvinnugrein og mjög ábyrgandi í okkar hagkerfi. Hver er svona almannarómurinn? Telja menn það vera pláss fyrir annað íslenskt flugfélag? Það eru sögurnar það að það séu strax að koma einhverjir menn inn í nýtt félag, ef ekki í dag þá á morgun, en við skulum nú bíða og sjá. En er pláss fyrir keppinaut Icelandair? Við þekkjum alla þessa sögu, Arnarflug, Iceland Express, WOW. Ég held að það sé alltaf pláss fyrir samkeppni á markaði. Það kannski ekki alveg sama hvernig svo samkeppni er sett upp. Og það sem við náttúrulega þurfum að horfa á til lengri tíma er það að við séum með sjálfbæra ferðaþjónustu. Það skiptir okkur máli að vera með að minnstakosti eitt flugfélag sem er með aðstöðu hér á landi og Icelandair hefur verið mjög mikilvæg kjölfesta í íslenska ferðaþjónustu mjög lengi, 20 ára. Og fyrst og fremst og ekki síst vegna þess að flugfélagið hefur kjölfestu á Íslandi, er með flugvélarnar baseraðar hér, áhafnirnar og svo framvegis. Og þetta er mjög mikilvægt fyrir ferðaþjónustunni í heild sinni. Ég held hins vegar að það sé pláss fyrir samkeppni á markaðnum, en það sjáum við að samkeppnin í fluginu er mjög hörð. Við erum með 16 flugfélög sem er að fljúga til Íslands núna. Við erum með held í 28 flugfélög sem fljúga hingað í sumar. Þannig að það eru auðvitað áfram framboð á flugi til Íslands og við erum líklega að fara að horfa á einhvers staðar á milli 1,7 og 2 milljónir farþega á næsta ári. Það er svona kannski erfitt að spá það núna, en það sem við þurfum að kannski huga að er einmitt þessi langtíma uppbygging á áfangastaðnum og að við fáum verðmætari ferðamenn til lengri tíma. Það þarf að horfa til ýmissa þátta í því, bæði hjá atvinnugreinni og stjórnvöldum. Og svo hins vegar það líka að til skamms tíma þurfum við að taka á móti þessu höggi sem við erum að verða fyrir til þess að létta fyrirtækjunum sinn rekstur. Vegna þess að ferðaþjónustu fyrirtækja, því þú spurðir nú það hvernig fólk er að horfa á reksturinn. Fólk í ferðaþjónustu er almennt vant því á Íslandi að þurfa að takast á við ýmsar sveiflur, hvort sem það eru sveiflur gjaldmiðilsins,
náttúrusveiflur, ýmsar veðrið, alls konar hlutir sem að gera það verkum að ferðaþjónusturekstur á Íslandi hann siglir ekki í leiknum á sjó. Þetta er svo harmoníka. Já, svolítið. Og þess vegna eru fólk, það tekur þetta svona með vindinn í fangið. En heldur hökunni hátt uppi og tekur þetta á kassan og reyna að berjast áfram. En því ekki að neita að það töluvert erfiðari rekstraraðstæður núna heldur en voru kannski fyrir 3, 4, 5 árum. Og þar erum við að horfa bara á kostnaður hefur aukist á öllu, hvort sem að það launakostnaður, neysluvísitala, aðföng, byggingavísitala eða annað og að gengið hefur ekki verið okkur hagstætt. Þannig að tekjurnar hafa dregið saman en kostnaðurinn aukið og í því umhverfi mjög erfitt að fá svona högg ofan og við höfum töluvert áhyggjur af því. Sko, samt langar mig að spyrja þig næstu spurningar sem kannski á að giska undarleg. Þetta einhverju leyti greininni hollt? Það búið að vera á að giska ósjálfbær vöxtur í ferðaþjónustu á undanliðnum árum. Við erum að sjá 20–30% fjölgun á ári eftir ár meðan meðal fjölgun í ferðaþjónustu í heiminum kannski í kringum 4%. Þannig að við erum sko algerir hástökkvara með það sem gengur að gerast almennt á markaðnum og margir tala jafnframt það að það þurfa að verða til einhvers konar samruni, samvinna ferðaþjónustu fyrirtækja sem eru kannski allt of mörg og allt of lítil. Þetta greinin einhverju leyti hollt? Við erum með gríðarlega mikið af litlum ferðaþjónustufyrirtækjum. 86% af íslenskum ferðaþjónustufyrirtækjum eru með 10 starfsmenn eða færri. Og við höfum verið með gríðarlegan vöxt, en vöxturinn hefur núna snúist í varnarbaráttu og ég hef stundum sagt og við höfum verið að ræða þetta síðan síðasta sumar þegar það svona fór að bera því að fjölgunin væri að minnka að sko stóra tækifærið í íslenskri ferðaþjónustu til framtíðar að ná sjálfbærum vexti í kringum 3–5% svona svipað á alþjóðavísu. Það alveg ljóst að í slíkri framtíðarsýn þá mun verða samþjöppun í greininni. Þetta vitum við og það að má á vissu leyti segja sé eðlileg þróun atvinnugreina sem vex svona hratt. Það hins vegar hvað þetta að gerast hratt núna, það held ég að geti kannski ekki talist hollt. Það að segja að við vitum að þetta mun eiga sér stað, en þetta verður mögulega of sársökafullt eða enn sársökafyllra heldur en það hefði þurft að vera. Og þegar svona margir þættir leggjast á einn, við erum með óvissu varðandi gengið, við erum með óvissu varðandi erlenda samkeppni, við erum með óvissu varðandi kjaramálin, aukinn kostnað og svo framvegis, svo bætist þetta ofan á. Þannig að við erum að horfa svolítið inn í þokuna núna og það ekki gott ef í þokunni leynast skrýmsl sem býða okkar handan við hornið og við viljum helst svona sjá svolítið framundan vegna þess að þá geta fyrirtækin kortlagt framtíðina, verðlagt sig eins og þau geta, hort inn í það hvernig þau að selja, við getum hort inn í hvernig á að skipuleggja markaðssetningu og séð svolítið hvernig framtíðin liggur. Eins og staðurinn núna það nánast ómögulegt. Að lokum, Jóhannes, sko íslenski markaðurinn að mörgu leyti einstakur. Við erum fljót að aðlaga okkur breyttum forsendum, breyttum ytri aðstæðum. Áttu vona því að íslenska módelið dugi hérna, aðlögunarhæfnin? Ég hef fulla trú á því að íslenskir ferðaþjónustuaðilar muni gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að aðlagast aðstæðum. Við höfum séð það á undanförnum árum, í árum vaxtarins, hvernig íslenskir ferðaþjónustuaðilar og frumkvöðlar tóku við sér þegar að þessi atvinnugrein skulum segja datt í kjöltuna á okkur. Við heldum allt væri búið með Eyjafjallajökli. Við heldum allt væri búið. Þess í stað þá tókum við við sér, bjuggu hér til atvinnugrein sem nú orðin á skömmum tíma stærsta útflutningsatvinnugrein landsins, orðin að grundvallar atvinnugrein landinu og við skulum ekki gera lítið úr því hvað fólk fljótt að bregðast við í þessari grein. Og mín reynsla af því að vinna með ferðaþjónustuaðilum undanfarna mánuði maður fyllist bara aðdána því hvað fólk hugmyndaríkt og duglegt og klárt að vinna sig út úr aðstæðum. En það samt sem áður verður að horfa til þess að við þurfum núna að sjá annars vegar fram í tíman, hvernig hlutirnir verða hér til framtíðar, en ekki síst hvernig eigum við að, skulum við segja, bjarga verðmætum í sumar. Vegna þess að við þurfum að vinna að því á öllum vígstöðum, bæði stjórnvöld, atvinnulífið og aðrir, Ísafi og fleiri, að sjá til þess að það verði flugframboð í sumar fyrir þá ferðamenn sem voru búnir að bóka og jafnvel örlítið fleiri. Og þá getum við hugsanlega vonast til þess að fyrirtækin komi ósködduð eða svona eins lítið sködduð og mögulegt út úr þessu vandræði. Jóhannes Þór Skúlason,
framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, bestu þakkir fyrir komuna. Við förum hér yfir í aðra sálma eftir skamma stund. Linda Blöndal er að setjast niður með Trausta Hafliðasyni, ritstjóra Viðskiptablaðsins, sem hefur einmitt rýnt í sögu WOW og það er margt merkilegt sem kemur fram í spjallið þeirra. Við höldum áfram með málefni WOW og við ætlum að ræða mögulegar ástæður þess að það fór sem fór og aðrar spurningar sem hafa vaknað. Þannig hjá mér hann Trausti Hafliðason, ritstjóri Viðskiptablaðsins, en blaðið er með mjög athyglisverða úttekt á því sem hefur verið í gangi hjá félaginu. En Trausti, má sjá fyrir sér eitthvað eitt frekar en annað hafi haft úrslita áhrif á niðurstöðuna? Ég held að það er náttúrulega bara hægt að benda í rauninni á eitt núna síðustu daga. Þegar að þú kannski kannast við að þegar að börn eru að spila tölvuleiki og eru á lokaborðinu, þá er alltaf stóri kallinn sem að þarf að vinna. Já. Og stóri kallinn í þessu tilfelli voru greinilega leigusalar. Af því að leið og það gerist á mánudaginn að 2 vélar eru kyrrsettar, önnur í Kanada, í Montreal og hin í Miami, að þá segir sagan okkur það að það er upphafið að endinum hjá flugfélögum. Leigusalar vélana, af því WOW er náttúrulega leigði vélarnar af einhverjum 11 vélar, að þegar það er byrjað þá er upphafið að endinum. Sagan segir okkur það, að þetta byrjar svoleiðis og þessi leigusalar voru fyrirtæki sem heitir Jinshan sem var að leigja 2 vélar, þetta er svona móðurfélagið eitt stærsti banki í heimi sem er kínverskur. Aðri leigusalar eru ALC í Bandaríkjunum sem að leigja þeim 7 þotur og síðan var annað leigufélag sem er í rauninni hér Tungná og Sog og móðurfélag þess var sem sagt á Caymaneyjum og í nótt gerist það að hinar vélarnir eru allar kyrrsettar og þetta er svolítið harkalega aðgerð því að það var nú bara einn farþeginn sem að til dæmis bara tísti á Twitter og hún var í Baltimore í vél og var hún er semst í hjólastól og var fötluð á leiðin út og þá segir hún bara að vakti athygli að lögreglan kom þarna inn Já, en það er verið að varpa því fram að vegna kyrrsetninga Boeing vélana sem að til dæmis Icelandair er með í kyrrsetningu að þá hefur opnast einhver markaður fyrir leigusala að leigja vélarnar út kannski á hærra verði en áður. Er þetta einhver skýring? Ég bara veit það ekki. Ég held að það sé ekkert vandamál fyrir eigendur Airbus farþegaflugvéla að koma þeim í vinnu. Nei. Ekki neitt. Nei, en náttúrulega reksturinn gekk ekkert vel. Reksturinn var bara ósjálfbær. Já, og ég meina rekstrartapið fyrir 22 milljarðar eða 179 milljónir dollara. Endurskipulagningin. Þið hafið það hjá ykkur undir höndum, hjá Viðskiptablaðinu, hvernig WOW ætlaði sér að endurskipuleggja sig og var að kynna það þá fyrir kröfuhöfunum og fleirum. Já, og við fjöllum aðeins það í dag og þetta var mjög brött spá og hún gerir sem sagt ráð fyrir því að þetta 22 milljarðar rekstrartap að það verði algjör viðsnúningur á rekstrunum bara rúmum 2 árum, 2-3 árum. Og að árið 2021, ég held ég fari rétt með að þá verði þarna orðin tæplega 9 milljarðar krónar rekstrarhagnaður. Akkurat. Og síðan gerir þessi áætlun, viðskiptaáætlun eða endurskipulagning ráð fyrir því líka að olíuverð haldist óbreytt. Já, og krónan líka. Já, sem eru náttúrulega sérkennilega forsendur, þetta er væntanlega unnið með miklu hraði en maður hefði kannski viljað sjá einhverja sviðsmyndir. En áformin voru augljóslega þau að síðan stækka félagið áfram því að þeir voru komnir núna niður í 11 vélar. Eftir tæp 3 ár áttu allir að vera komnir með 16. Þannig að þetta voru mjög svona metnaðarfull plön sem að lágu greinilega þarna á borðinu en það kannski ekki annars að vænta af Skúla Mogensen, en við erum náttúrulega byggt þetta félag upp gríðarlega hratt. Já. En mér langar að spyrja þið það velta ýmsu fyrir ykkur og líka hérna í leiðara blaðsins í dag. Varðandi þetta skuldabréfaútboð sem fór fram í september og þar söfnuðust 8 milljarðar og það átti að endast í 18 mánuði. Það voru upphaflegu skilabúðin. En endist í rúma 2. Já. Hvað gerðist þarna í haust? Það er, vonu spyrir, hann hefur nú lýst því og þeir gáðu nú sjálfur tilkynningu WOW í lok nóvember. Það sem kom fram að þeir þyrftu langtíma fjármögnun. Þetta gerist þarna rétt 2 mánuðum eftir að skuldabréfaútboðinu lauk
Og umræðan hefur svolítið verið þannig að þeir sem hafa stigið fram úr hópi skuldabréfa eigenda hafa verið svona, þú veist, mjög bjartsýnir og vilja bara keyra þetta svolítið áfram en það líka hópur þarna á meðal skuldabréfenda sem að, þú veist, hefur krafist svara við þessum spurningum í hvað nákvæmlega þetta fóru, af því að það ekki að sjá að þetta hafa farið að greiða niður einhverja langtímakröfur, þannig að hvaða skammtímakröfur voru greiddar og þar fram eftir götunum. Við reyndum að fá svör við þessu í gær, en Skúli eða forsvarsmenn VÁ voru önnum kafnir og maður skilur það alveg núna með við tíðindin svo sem í morgun að þetta var greinilega gríðarlega mikið kapphlaup. Þannig að skuldabréfaútboðið fer fram á þeim forsendum að þarna sé verið að fjármagna til lengri tíma, vel yfir ár. Eftir rúma 2 mánuði að þá dugir þetta ekki lengur. Við getum orðað þannig að 8 milljarðar hefðu alltaf að fleyta félaginu lengra heldur en þetta. Og spurningin þá svo, hvert fóru þessir 8 milljarðar? Já, það spurningin. Hver ábyrgð þeirra til dæmis sem að stýra svona skuldabréfaútboði? Þarf ekki að spyrja því? Jú, og það vaknar náttúrulega áleitnar spurningar. Fengu menn allar upplýsingar? Það einn spurning? Jú, ég meina, þú veist, það voru náttúrulega upplýsingar í skuldabréfaútboðinu sjálfu þegar sú skýrsla var gefin út miðjan ágúst, þá komu ágætis upplýsingar reksturinn og það náttúrulega opinberaðist það sem allir höfðu verið að bíða eftir á þessu tíma, að menn verið að bíða eftir svolítið ársreikningi VÁ og þarna allt í einu bara sá maður svart á hvítu hver staðan var, hún var ekki góð og það nú bara þannig að það hlutverk fjölmiðla að greina frá því hver staðan og það voru fjölmiðlar sem að gerðu það og sumir innan VÁ hafa verið ósáttir við þá umfjöllun sem mínu viti bara yfirvarp. Menn verða að geta horfst í augu við það að greint sé frá stöðu jafn stórs og mikilvægs félags fyrir íslenskt samfélag eins og þetta blessaða félag eða var. Af því að svo við setjum það aðeins í samhengi að þá voru gjaldeyristekjur hér í fyrra af ferðamönnum ríflega 500 milljarðar. Ég heyri núna að skellurinn sem að þetta mun valda svona 60 til 80 milljarðar. Þannig að það eru töluverðar fjárhæðir. Við heyrum það eflaust betur hjá greinanda Arion banka sem kemur hingað á eftir, en ábyrgð stjórnar VÁ eða eignarhaldsfélagsins. Hver ábyrgð stjórnar þegar að svona gerist? Ég held að Ég meina 8 stoppa fyrr, 8 biðja greiðslustöðvun? Sko vandamálið strúktúrin á VÁ. Strúktúrin þannig að hver á VÁ? Skúli Mogensen átti félagið 100%. Títan. Já. Þannig að þegar að þú situr í stjórn með einn eiganda sem á allt félagið, þá þú ekkert í neitt sérstaklega góðri stöðu. Ég skil. Skilur, þú ert ekki þarna sem fulltrúi einhvers hluthafa. Nei. Heldur félagið í eigu eins mann sem að ræður í rauninni öllu. Þannig að það voru í rauninni stóru mistökin og hann hefur alveg viðurkennt það að ekki fengi fleiri að borðinu og fengi fleiri til að koma inn í félagið og það ekki nema svona 1,5–2 ár þar sem að það voru flutta fréttir af því að það væru þarna fjárfestar úti sem að hefðu áhuga á að koma inn og það væri nánast á tímabili var þetta þannig að menn biðu bara eftir að fá að kaupa í félaginu. Ég held að þetta hefur verið að þetta segja eitthvað eitt, stóru mistökin, að fá ekki aðra sterka fjárfesta inn í félagið fyrr og það gerist væntanlega út af því að kaupin nú bara þannig á eyrinni að þú veist ef að hluturinn of hátt verðlagður og þá kaupir hann ekki. Nei. Þannig að hugsanlega vildi eigandi VÁ bara fá of mikið fyrir hlutin. Þannig og þeir sem að sitja í stjórnur kannski þá bara á miklu vinir hans? Já, ég meina þú veist staða þeirra bara svolítið hefur þú einhvern tímann heyrt í stjórnarmönnum VÁ tjá sig félagið? Nei, ég held ég nú bara í fyrst skipti í gær séð hverjir voru svona í heildina í stjórnina. Var einhver fréttamynd að maður hlaup út úr húsi? Já, þannig að ég held að þetta Skúli aðalega, það sé svolítið erfitt að vera í stjórn sem með svona eignarhaldi. Já, en það hefur líka verið dregið fram hérna og þið gerir það hérna í Viðskiptablaðinu í dag varðandi þessi félög sem að nefnast Tungnaá og Sog. Þetta eru félög sem eru stofnuð í kringum þetta skuldabréfaútboðið í september.
Hvaða félög eru þetta? Samkvæmt okkar upplýsingum voru þessi félög skráð í, þetta var nú eina af þeim spurningum sem við reyndum að fá svar við í gær. Málið var það að þegar við fórum að skoða það, sem sagt hverjir voru að leigja vélar, að þá kemur í ljós að 2 þeirra félag eru skráð á Írlandi og þá höfðum við samband við kollega okkar hjá Irish Times og báðum hann að grennslast fyrir þetta og hann gerði það og sendi okkur upplýsingar og samkvæmt þeim upplýsingum að þá sem sagt þetta Tungna og WOW basically sama félagi, það í eigu samt annars félag sem heitir Sky Aviation Leasing held ég, og sem sem sagt skráð á Caymaneyjum og það bara vakti upp spurningar hjá okkur, við vildum bara fá svar við því hver ætti þær vélar. Já, og þetta eru verðmætar vélar? Ég held að einn svona vél, ég átta mig ekki alveg á því, ég held að það sé svona 10 milljarðar. Já, en varðandi, sko, hvernig staðan hefur verið undanfarið? Ég meina, eigið fé WOW hefur náttúrulega verið neitt mjög hátt, skuldirnar mjög miklar, nema kannski besta árið þarna 2016, en var ekki löngu komið í ljós að þetta var ekki rekstrarhæft? Félagið er bara búið að berjast í bökkum síðan í ágúst og í rauninni er þetta fara miklu aftar en það. Það sem klingdi fyrst bjöllum hjá okkur var það var náttúrulega þannig í tengslu við svona kortamálið allt fyrir 1,5 ári síðan en síðan í janúar þá breytir Títan sem sagt félagsskúla milljarðs króna láni í hlutafé og það gera menn ekki að gamni sínu. Þannig að þá strax voru blikur á lofti, þess að best að orða það bara þannig. Já, hann tekur hérna milljarð breytir því í hlutafé til að styrkja eigið fé og þetta náttúrulega virðist verið einhvern veginn alltaf bara sko sama sagan, að þú veist, það er til lítill peningur en skuldirnar alltaf að slíga, þannig að það á ekki koma neinum á óvart, hvað gerist í dag? Nei, ég meina, auðvitað vonuðust við öll, held ég, að þetta félag myndi ná að krafla sig fram úr þessum vandræðum. En þetta búið að taka á rosalega langan tíma og það fór allt og langur tími í þessar viðræður við Indigo Partners sem að hófust í lok nóvember og var slitið fyrir viku síðan, held ég nákvæmlega. Það fóru næstu í 4 mánuðir í þær viðræður og þegar að það sagt í dag að þeir hefðu þurft aðeins meiri tíma, það var rosalega mikill tími. Þetta rosalega langur tími, þetta rosalega, hvað maður að segja, það nú kannski bara hægt að orða þannig, þetta langt dauðastríð. Þetta byrjar í rauninni í ágúst og því lýkur núna, því miður svona. Já. Við skulum setja punktin í bili, Trausti Hafliðason, ritstjóri Viðskiptablaðsins, takk fyrir að koma í 21. Við ætlum að halda áfram, við ætlum að tala við lögfræðing hjá Neytendasamtökunum stuttlega stöðu neytenda sem æði misjöfn og við ætlum líka að fá sín í lok þáttar innsýn inn í Hönnunarmars. Það verður Snædís Snorradóttir sem ætlar að segja ykkur frá því, en farið ekki langt. Komið sælir hondur á nýja leik, við erum að velta fyrir okkur afleiðingum af gjaldþroti WOW flugfélagsins og Stefán Broddi Guðjónsson, forstöðumaður greiningadeildar Arion banka kominn til minns að rýna í áhrifin á ferðamálin annars vegar og efnahag landsmanna hins vegar. Byrjum á ferðamálunum. Nú það svo að WOW hefur skóflað hingað til lands milljónum farþega í krafti ódýra verðmiða og áhrifin á þennan pakka. Hver eru augljósu áhrifin? Já, svona kannski til að byrja með þetta er mjög dapurlegt og það er hyggilegt að svona fara fyrir félaginu og maður hugsa til þeirra sem eru í svona óöryggi og óvissu. En það er allir sorgmættir í dag. Það er það. Maður finnir þetta er þannig dagur. En svona gagvart, en það er rétt hjá þér. WOW hefur spilað mjög stórt hlutverk í að byggja upp þann fjölda ferðamanna sem hingað hefur komið. Verið sterkir á Bandaríkjamarkaði. Sterkir á Bandaríkjamarkaði og svona rekið annað módel heldur en svona stærsti keppinauturinn og hristið rækilega upp í markaðnum. Og ég hugsa á síðasta ári hafa menn áætlað að kannski 27% af þeim tala sem hefur verið áætluð þeirra ferðamanna sem komið til Íslands í fyrra hafi komið með WOW. Þannig að nú í lok síðasta árs var ljóst að félagið myndi hvort sem draga mjög úr starfsemi sinni, minnka hana kannski helming. Þannig að en eigi að síður
auðvitað höggið þungt. En það má kannski segja svona með við þær mynd sem við höfum horft til, þá ekki segja ef að með þeim áhrifum sem að það svo fækkun sem var fyrirsjáanleg í minnkun í starfsemi WOW og svo það að WOW verði ekki, þá hefur við svona, okkur sýnst að fækkun ferðamanna gæti kannski farið úr því að fækkun einhver 9%, nýri fækkun svona 16%. Þannig að það svona kannski svona myndin sem við erum með í kollinum en afskaplega svo sem ekkert nákvæm vísindi. Og það enginn að fara að ná í þessa farþega í staðinn fyrir WOW, sérstaklega til Bandaríkjanna? Við höfum dálítið eftir að sjá það. Ekki strax að mér, hvort? Ekki strax. Ég held að þetta komi á þannig laga hefði kannski verið betra að þetta hefði gerst í síðasta haust, en ekki. Þetta verri tími. Þetta verri tími, já. Og stóra myndin kannski svo að nú mun dálítið reyna á með ferðaþjónustuna. Við höfum svolítið verið við erum dálítið ánægð með okkur Íslendingar oft og við segjum ferðamenn að koma út af náttúrunni og út af fótboltalandsliðinu og eldgosunum og það er svo frábært að heimsækja Íslendinga því við erum svo góður heim að sækja og allt það og það er alveg rétt. En stór hluti það nú líka sá að það varð allt í mjög ódýrt að fljúga hingað. Og það var bæði ódýrt að fljúga hingað og þegar krónan var mjög... Og kannski aðeins of ódýrt. Full ódýrt. Þegar að flugfélaginu byrja að borga með hverjum farþega. Já, að minnsta kosti mótilið gekk ekki upp hjá WOW eða WOW hafði ekki úthald í að reka mótilið í gegnum svona brimskafl. Og þetta gekk upp þegar olíuverð var lágt og lækkaði mjög mikið. Þá var afkoma WOW góð og síðan hækkaði olíuverð. En farmiðaverð hækkaði ekki. Og ég hugsa að það kom okkur óvart og það held ég hafi komið bara mjög mörgum óvart. Og þess vegna þetta sá vandi sem WOW lenti í, hann er ekkit einskorast ekkert við WOW. Og þetta lággjalda mótil hefur átt svolítið undir högg að sækja. Við sjáum Norwegian. Og Norwegian hefur svona breytt stefnu. Farið úr þessari vaxtastefnu yfir svona aðhalds- og arðbærari stefnu. Þannig að ég held nú það sé kannski það sem muni gerast á evrópskum flugmarkaði að í stað þess að menn hafi lagt áherslu á vöxt og mikinn vöxt í sætaframboði og raun og bara vaksa mikið á lágu verði farið með kannski að gera það sem að gerðist í Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum eða áratugum síðan. Það sem í raun og veru það sem var svona samþjöppun í greininni og leið þá var það kannski það var ekki eins frábær tíðindi fyrir neytendur en hins vegar þýddi það að fyrirtækin voru sjálfbær og reksturinn gekk betur. Og við verðum náttúrulega að lifa í einhverjum raunveruleika. Það er auðvitað þannig. Já, en sko 16% samdráttur í komu ferðamanna, sko hvað kallar það á, eigum að segja fréttamannamáli, sko þurfum við að súpa hveljur? Ég vil ekki svona yfir dramatísera þetta. Það á ekki að koma neinum óvart sem fylgist með fréttum að WOW hefur átt í erfiðleikum. Og þannig að nokkuð ljóst að WOW myndi draga töluvert úr starfsemi sinni. En WOW, það að hafa fluttið 27% ferðamann til Íslands, það þýðir það ferðaþjónustan, það má gera ráð fyrir samdrætti í ferðaþjónustunni og það þýðir samdrátt í útflutningstekjum þjóðarbúsins og það þýðir að hagvöxtur dregst saman og viðskiptaafgangur er ekki eins meir og mikill og annars eða orðið eða breytist í halla og það þýðir að krónan, hún gæti ótt undir högg að sækja. Þannig að, og það þýðir ef svona íslenska jafnan gengur upp, það þýðir að það er hætta á að verðbólga stigi og við sjáum það þegar að verðbólga stígur, þá hefur það neikvæð áhrif á skuldir heimilanna og fyrirtækja og svo framvegis. Þannig að áhrifin eru auðvitað mjög víðtæk, en svo sem við höfum séð þetta þá kannski þýðir þetta kannski 1% stig. Við gerðum ráð fyrir því að það yrði efnahagssamdráttur með eða án WOW. Við fengum loðnubrest og það nú aldeilis högg sérstaklega fyrir þær byggðir sem byggja á uppsjávarveiðum. Í milljörðum talið. Já. En sko sjáum við lánin augljóslega hækka af völdum svona breytingar á krónunni? Sko ég held að það sé ekki alveg augljóst. Við erum að nú má maður ekki segja this time it's different, þá hljómar maður eins og kjáning til framtíðinni, sko. En það er vissulega, ég held að með segja að við séum á undanförnum 10 árum búin að vera bú okkur sem þjóðarbú undir það að fá svona efnahagslægð. En kemur þetta á þokkalega góðum tíma? Að því leitum til að hér er gjaldeyrisforðið upp á 600 milljarða sem gerir Seðlabankanum kleift að í raun og veru að styðja við krónuna. Hann hefur sjálfur sagt að hann vilji draga úr svona skörpum sveiflum með gengi krónunar.
Þannig að Seðlabankinn mun kannski meta það sjálfur hvernig hann segir hvernig svona jafnvægisgengið og mun reyna að stýra krónunni þangað, en það mun auðvitað hafa áhrif á hvernig hann lítur á gengið og við höfum í gegnum tíðina alltaf gætt okkur svo mikið á því að hér verði ekki til atvinnuleysi. Þannig við höfum sagt að aðlögun þegar eitthvað hefur bjátað á, hún hefur komið svo mikið gegnum gengi krónur, þar lendi gegnum verðbólgu og kannski verður ekki endilega raunin núna vegna þess að við erum með gjaldeyrisforða og Seðlabanka sem gæti haldið genginu nokkuð stöðu. Auðvitað þurfa útflutningstekjur þjóðarbúsins samt að styðja við lífskjörin í landinu. Það má ekki gleyma því að það eru viðskiptavinir íslenskra fyrirtækja erlendis sem ráða því hvernig kaupmáttur á Íslandi. Akkurat. En sko einn angi af þessu, býstu við að sko landin minnki ferðamennsku, Vá hefur gert það verkum að sko fullt af fólki sem áður kannski efnahagslega gat ekki verið að ferðast mikið fór að ferðast og maður skýrst til London eða Norðurlandana fyrir lítinn penning þökk sé Vá. En sko dregur á neyslu. Það nú svona dæmigerð fyrstu viðbrögð og ég held við höfum svona verið að sjá það bara í hagtölum og undanförnum að svona almenningur og fyrirtæki að halda sér höndum og við höfum sjá væntingavísitölu vera að snerta stig sem við ekki séð í kannski áratug og manni finnst kannski full vel í lagt. Þannig að já, en það ekki, þannig að ég held að það hefur verið búið að eiga sér stað og það hefur eiga sér stað og þetta mun sú þróun kannski bara halda áfram og þess vegna höldum við að þú svona við myndum kalla einkaneyslu, þannig svona eins og sem ég segir kallir þetta í þjóðafræðimáli, þá held ég að hún muni undir högg að sækjum, hún eitthvað að draga saman. Ég held að það sé svona einhvern veginn myndin, en þannig að já, fólk mun halda sér höndum og draga úr ferðalögum, það hindlíðin. En sko Stefán, að lokum, sko stóra myndin er kannski þessi. Við erum búin að vera í gríðarlegum vexti, kannski ósjálfbærum vexti. Við erum að lækka flugið, en við erum ekki að stefna inn í sko einhver ólguský. Sko, ég upplifa ekki þannig og ég hef svo hugsaðum til þess að nú það er komið kynslóð af fólki, ungt fólk sem að koma undir þessum fótum í dag og nýkom út úr skóla og svona og eina efnahagslægðin íslenska sem það fólk þekkir og maður eftir, það er sko Guð blessi Ísland. Já. Og ég vil alls ekki að fólk fá eitthvað Guð blessi Ísland tilfinningu í kollið. Því að við erum að tala þetta er ekki það var sko viðburður sem hefði getað kallað okkur dómínó áhrif út allt. En nú þarf að leysa úr þessum málum gagnvart auðvitað þeim sem ferðamáli yfirvöld og ríkisvöld að leysa úr þeim málum sem nú stendur upp á þau og þeir sem nú halda á búið á. En svo höldum við bara áfram. Höldum og það eru fullt af tækifærum í Íslandi, það má ekki gleyma því. Og staðan skuldastaða heimila, fyrirtækja, gjaldeyrisforði, staða bankana, eiginfjárkröfur þá í ákveðnu hámarki, vextir háir með það sem gerist annars staðar. Kannski getum við farið að kannski að næsta uppsveifla verði drifin áfram á því að hér fara vextir og hér lækka vextir. Þannig að við glæðum efnahagslífið eins og aðra sementaða þjóðir og gerum það gegnum lækkandi vexti. Gott að fá þig, Stefán Broddi, forstöðumaður greiningardeildar Arion banka að rýna í stöðu mála eins og sem margir er að gera. Hann er búinn að teikna upp ákveðna sviðsmynd og mér og kannski áhorfendum er aðeins létt. En við höldum hér áfram að fjalla afleiðingar af sögulokum Vá og Linda Blöndal fær til sín hér fulltrúa frá Neytendasamtökunum til að huga að neytendarétti á stöndum sem þessum. Fall Vá er að sjálfsögðu mikið neytendamál, mikið í húfi fyrir marga. Einar Bjarni Einarsson er lögfræðingur hjá Neytendasamtökunum. Einar Bjarni, fólk er í mjög mismunandi stöðu, ekki satt eftir því hvernig það borgaði ferðina sína, ef við bara byrjum þar. Jú, það getur skipt mikilvæg sköpum hvernig það borgaði fyrir flugmiðan, hvort að það hafi þá verið með greiðslukortum, debit eða kredit í gegnum netgíró eða þá með millifærslu eða peningum eða með gjafabréfi. Já, þannig að þeir sem borguðu með kortu, debit eða kreditkort og netgíró fara þá bara í þau fyrirtæki? Já, ef þú greiddir með greiðslukorti að þá er svona nærtækast fyrir þig að annarkvort leita til viðskiptabankan sem að sér kortið, óska eftir þeirra aðstoð við að fylla út eyðublöð eða fara þá beint til kortafyrirtækjanna, Valitor eða Borgunar og fá aðstoðina þaðan. Já, þannig að það er kannski mest að þá líkur á að þú fáir endurgreitt, sért tryggður fyrir svona löguðu. Já,
Og það þá bara svona í skilmálunum að fyrirtæki verður gjaldþrota flugfélag eða þá fá endurgreitt? Ferlið í rauninni þannig að í þessum tilfellum hafa verið greitt með greiðslukortum að þá eins og ég segi þá getur við leita til korta fyrirtækjana. Já. Þeir þá væntanlega leggja inn beiðni til færsluhirða og síðan samningurinn á milli færsluhirðisins og söluaðilans væntanlega misjafn. En í þessu tilfelli að þá hann að ég held þannig að færsluhirðirinn innir ekki greiðsluna hendi fyrir en að þjónustan hefur verið veitt. Já. Þannig að færsluhirðirinn hann með þessar fjárhæðir og getur þar að leiðandi bakfært. Já, en þarf fólk þá að bíða eftir svari sko, í einhverja marga daga hvort að fá endurgreitt eða? Já, væntanlega. Eitthvað svona ferill? Væntanlega þetta eitthvað ákveðið ferli. Ég ekki alveg meðvitaður hversu langur tími það getur verið. En það þarf væntanlega að bíða eftir þá svari og afstöðu frá færsluhirðinum. Já, þetta svona svolítið flókið bara fyrir almennan leikmann og hjá NetGiro þá ferðu náttúrulega bara til þeirra og þá kannski fer einmitt einhver svona prósessi í gang. Við fengum þau svör frá NetGiro í gær að þeir eru búin að ábyrgjast það að endurgreiða þá flugmiða sem hafa verið greiddir með NetGiro að því gefnu að þá kaupendur geti sýnt fram á að þjónustun hafi ekki verið veitt. Já, ég skil. Og það nú auðvelt. Já, þannig að það kannski eina svona skýra svarið sem alveg konkrétt komið. Og síðan líka höfum við fengið þær upplýsingar frá Valitor, kannski svona óformlegar að þegar að Primera fjall núna í október síðastliðin að þá voru allir þeir sem að úrskuðu eftir bakfærslu þeir fengan í gegn. Já, þannig að þetta svona virðist vera nokkuð jákvætt ef þú greiddir með greiðslukorti eða með NetGiro. Já, en þeir sem að, það er kannski ekki margir sem að millifæra, en einhverjir gera það, kannski hópferðir þá, frekar? Já, þá það frekar hópferðir og við höfum þeirra stað? Það kannski, sú stað ekki alveg jafn góð. Í þeim tilfellum að þá væntanlega eina kannski úrræðið að leggja fram þá bara almenna kröfu í þrotabú félagsins. Já. Þá getur að byrja á að setja sig í samband við skiptastjóra. Já. Það búið að gefa út held ég í fjölmiðlum hverju það eru. Ég hef bent fólki sem hefur leitað vegna þessara á að prófa að setja sig í samband við viðskiptabankann sinn. Já. En ég efast að það muni bera einhvern árangur en væntanlega mun fólk svona reyna allt þess að fá þetta bætt. Það getur varðað háar fjárhæðir sérstaklega þegar hópferðir að ræða sko. Já, en það er spurning bara hvar þá sko þetta fólk lendir í röðinni með kröfuhafa í þrotabúið og eitthvað í því. Þannig að... Já, þetta auðvitað almennar kröfur. Já. Þannig að svona með hvernig myndin hefur verið málað upp í fjölmiðlum að þá eru skuldirnar þó nokkuð meiri en eignirnar og eignirnar kannski litlar. Þannig að eflaust ólíklegt að þessar almennu kröfur fáist greiddar út. Já, bara tapaði peningur. En þið, sko, en fólki sem hefur verið líka með hótelin bókuð, bílaleigu, bíl og svoleiðis, því þetta meira en bara flugið, það búið að gera svona ráðstafanir. Já, já. Eru þið ekki að fá þannig fyrirspurnir? Jú, og flugið oft bara brota af kannski heildar kostnaðinum öllum saman. Sko. Já, aldeilis. Og þá getur það farið bara eftir afpöntuna skilmálum hjá hótelum og öðru slíku. Já, já. Hvort það sé þá hægt að afpanta hótel eða bílaleigubíl eða annað slíkt. Já, en þetta það sem að fólk núna að standa í og Síminn stoppar ekki hjá ykkur? Þetta auðvitað rosalega viðamikið og síðan þetta ekki eingöngu með flugi, þetta fólk á sumt hvert bætur inni hjá flugfélaginu eða annað slíkt sem hefur verið að bíða eftir að fá greiddar út í allnokkur tíma. Hvaða bætur eru það? Það bara frá því fyrra eða? Já, oft á tíðum þetta bætur, skaðabætur sem hafa fengið að bíða ansi lengi, kannski vegna þess að flugið hefur seinkað, því hefur verið aflýst eða eitthvað slíkt. Oft á tíðum löngu búið að samþykkja og fallast á bæturnar en það hafa verið tafir í að greiða þær út og núna stendur fólk þá þannig að það væntanlega bara lýsa almennri kröfu í þrotabúið til að fá þetta greitt út og mun hugsanlega og líklega aldrei fá það greitt. Þetta gekk alveg ágætlega að fá bæturnar greiddar frá WOW var það ekki en svo fer að hægjast á þessu? Jú, mér finnst sko svona fyrir svona 1,5 ári síðan þá fannst mér kannski WOW kannski verið bara á svipuðum stað á Icelandair hvað varðaði þá öll mál og milligöngumál sem við önnuðumst. En síðan fór kannski að hægja aðeins á bótagreiðslum og málin urðu aðeins lengri og því mitt í sumar og síðan í haust hefur reynst ansi erfitt
ná þá málunum í gegn og geta þá loka málunum með greiðslum, sko. Já, hvað það mörg mál? Ég er ekki með töluna, en þetta eru væntanlega einhverjir tugir. Þetta eru ekki bara íslenskir aðilar við neytendasamtökin annast Evrópsku neytendastoðuna. Já, það náttúrulega ennetvinkillinn á þessu máli. Já, það eru þetta kannski mestur fjöldi málana að berast að utan í gegnum Evrópsku neytendastoðuna. Og við erum auðvitað annast milligöngu í þeim málum einnig. Já, því það minnihluti farþeganna íslenskur. Já, ég býst við að það sé mikill minnihluti sem íslenskur einmitt. Já, þannig þið eru að fá tölvupósta og símhringingar þá frá fólki hvaðan æfa að í Evrópu. Já. Og en þið eru aðeinslega í að leiðbeina fólki. Já. Kannski ekki að útvega lögfræðaðstoð eða neitt svoleiðis. Í þessu máli, hvað varðar þá endurgreiðslu á flugmiðunum út af gjaldþroti WOW, að þá kannski erfitt að aðhafast eða veit einhverja mikla milligöngu eða því líkt. Og þar kannski, einskorðast þjónustan meira við þá leiðbeiningar og við erum og reynum að styðja þétt við bakið á öllum neytendum og veita þeim þá ráðleggingar og leiðbeiningar. Já, mikilvægt að Neytendasamtökin séu til staðar. Einar Bjarni Einarsson, lögfræðingur, takk fyrir að koma. Já, takk hérlega fyrir mig. Sinnir neytendamálum, við ætlum að fara næst í hönnun. Hönnunarmars var settur í dag og verða viðburðir alla helgina, vítt stór höfuðborgarsvæðið. Snædís tók viðtal við Höllu Helgadóttur sem framkvæmdastjóri hjá Hönnunarmiðstöð Íslands og hún hitti líka Hlín Helgu Guðjónsdóttur, dagskrárstjóra Design Talks í Hörpu í dag. Hvað Design Talks, viðburðurinn sem við erum hérna á í Hörpunni? Já, það ráðstefnudagur. Þar sem við erum með úrval hönnuða og arkitekta og skapandi hugsuða víða úr heiminum sem eru hérna hingað komnir til að deila svona með okkur bara því sem þau eru að fást við og við getum sagt kannski svona því sem kannski á dagskráni og hérna bara út heiminn og þetta svona hugsað sem svona gluggi kannski svolítið fyrir okkur sem störfum hér á þessari hönnunarsenu til þess að svona skyggnast aðeins inn í annara veruleika og sjá aðeins svona hvað í gangi en líka erum við að deila svona því sem kannski gerist hér á Íslandi því að það eru auðvitað íslenskir hönnuðir og arkitektar sem taka þátt og kynna sín verkefni líka. Hönnunarmars hérna stefnumót og Hönnunarmars tími þegar hönnuðir uppskera sína vinnu sína, efna til samtals á milli hópa og kynna og vekja athygli á mikilvægi hönnunar fyrir íslenskt samfélag í rauninni. Akkúrat. Nú þetta í 11. skipti sem Hönnunarmars haldinn. Hefur þetta stækkað mikið á undanförnum árum? Já, ég held að bæði stækkað og svona kannski fest sig í sessi, orðið svona kannski sterkari viðburðir, lengri aðdragandi, undirbúningi þeirra og svona meiri þyngd bara yfir honum, myndi ég að segja. Það ansi bara skemmtilegt einhvern veginn, hvernig þetta alltaf að ná til stærri og stærri hóps og það alltaf fjölbreyttari og fjölbreyttari einhvern veginn sammansetningin í áhorfendahópnum. Þannig að þetta eru þetta hönnuðir og arkitektar og fólk sem svona starfar beinlínis í greininni og geiranum. En það mjög mikið líka fólki sem að koma sem kannski með fyrirtæki eða eru úr sprotaumhverfinu eða nýsköpun eða stjórnsýslunni. Það ótrúlega skemmtilegt að sjá það, að fólk svona að kveikja. Þannig að það svo margt svona sem að bæði þannig að það að verða ákveðin vakning fyrir því að bara skapandi hugsun og hönnun sé eitthvað sem hægt að nota í víðara samhengi heldur en bara til þess að skapa list eða fegurð eða stóla, segjum, eitthvað svona sem við þurfum öll á að halda. Heldur þetta líka svona hugsun sem hægt að nýta í lausn alls konar vandamála og áskorana. Og þegar við stöndum frammi fyrir svona áskorunum eins og við gerum í dag, eins og börnin okkar segja, það engin önnur pláneta, hvað ert að spá, mamma, að þá bara eins gott að fara aðeins að reyna að hugsa sig hvernig ætlum við að nota, hvernig getum við mögulega hort einhvern veginn á þessi, eins og við getum sagt, gömlu vandamál með nýjum augum. Hönnunarmars auðvitað mjög breiður, þannig að þetta allt frá arkitektúr yfir í fatahönnun, vöruhönnun, grafíska hönnun og svo nýjar hönnunagreinar eins og upplifunarhönnun, stefnumótandi hönnun og það sem við köllum digital hönnun í rauninni, þannig að mjög breið nálgun. Hvað eru margir sem að taka þátt sem hönnuðir á Hönnunarmars? Við höfum svona
talað að það sé í kringum svona 300–400 hönnuðir sem eru að tengjast með beinum og óbeinum hætti. Þetta allt frá litlum sýningum einstaklinga yfir í stórar samsýningar, félaga. Það eru líka þó nokkuð margar sýningar sem eru að koma erlends frá. Núna erum við með alveg held ég 4 eða 5 erlendverkefni sem eru samnorrænar sýningar. Þannig að það er líka fjöldi af erlendum hönnuðum sem eru að taka þátt í Hönnunarmars. Já, ok, þannig að þetta að fara út fyrir landsteinana mikið? Já, og Hönnunarmars hefur alveg frá upphafi lagt áherslu á, við höfum lagt áherslu á að þetta okkar stærsta verkefni, kynningarverkefni á Íslandi, en líka erlendis. Því hingað kemur fjöldi mannsbæði að tala hér á Design Talks, það eru kaupendur sem koma á stefnumót með hönnuðum, það eru blaðamenn, erlendi blaðamenn og svo þáttakendur og bara áhuga fólk hönnun, bara víðsvegar úr heiminum. Og við vitum það núna að Hönnunarmars mjög vel kynntur alþjóðlega í hönnunarheimi. Þannig að... Og mjög virtur líka? Já, ég held, það er nú erfitt fyrir mig að segja, jú, ég held að við þykjum, kannski eins og við Íslendingar erum svolítið, við erum kraftmikil og við setjum ekki fyrir okkur að gera hlutina og fólk skilur ekki hvernig við förum að þessu, hvernig getur svona lítil þjóð staðið fyrir svona stórum verkefnum. Það þykir líka merkilegt að á Hönnunarmars bæði forsætisráðherra opnar Design Talks, við erum með fleiri ráðherra, borgarstjóri í opnunarviðburðinum og Þórdís Kolbrún ráðherra líka að taka þátt, forseti Íslands býður erlendum gestum. Þannig að upplifun erlendra gesta oft að hér heil þjóð að taka sér saman að gera hluti. Og það verður mjög mikil svona mikil styrkur og kannski ákveðin tilfinning í þessu sem skiptir máli. Og auðvitað erum við ekkert að segja að hönnun eða hönnuðir séu einir að fara að bjarga heiminum, en vissulega með hinum, skiljið. Þannig að það svo mikilvægt að skapandi hugsun komist einhvern veginn að borðinu líka. Og ég nú sjálf í mörgum verkefnum sem við erum vinna bæði með opinberum stofnunum og fyrirtækjum og margir af mínum kollegum og í auknum mæli erum við fengin til þess fengin að borðinu. Og það náttúrulega það sem ég held að allir séu á endanum, erum við einhvern veginn, við erum öll í þessu saman, við þurfum að leysa þetta saman og við þurfum að nota alls konar aðferðir. Þannig að það svona kannski undirliggjandi tónn alltaf hjá okkur í þessu degi, að sýna hvað hægt. Og síðasti fyrirlesarinn núna fyrir hádegi, hann endaði mitt hann var að tala Mars og að það mögulega að hanna íbúðir fyrir Mars. Í rauninni draumur okkar getur orðið veruleikinn. En nú stór helgi framundan og það verða viðburðir á víð og dreif í Reykjavík, það ekki? Jú, þetta alveg allt frá Gróttu og upp í Mosfellsbæ, yfir í Hafnarfjörð og víðar, en það kannski mest þéttleikinn hér í miðborginni og ég hvet fólk auðvitað til þess að fara bara inn á hönnunarmars.is, þar dagskráin, það hægt að leita eftir dögum, eftir tegundum eða greinum hönnunar og eftir svæðum, þannig að það á að vera auðvelt að finna, það líka bæklingur sem á öllum helstu sýningarstöðum og ég get mælt með Hafnarhúsi, Norræna húsinu, húsi Vigdísar, þetta alltaf erfitt því að ég örugglega gleymi ykkur mjög mikilvægu og það auðvitað í Hönnunasafni í Garðabæ, í Hafnaborg, í Hafnarfirði og svo bara á fjölda út í Gróttu vita, mjög spennandi verkefni til dæmis. Það það. Þannig að það verður bara gríðarleg stemming helgina? Já, og við verðum eiginlega við erum ekki, veðrið skiptir ekki máli, krakkar. Á Íslandi það þýðir ekkert að bíða eftir góðu veðri. Maður fer bara í úlpuna og út að skunda. Já, svona líkur þessu í bili hjá okkur í 21. Gaman að kíkja aðeins inn á Hönnunarmarsinn líka. Heldur betur. Því að Vá náttúrulega tók yfir þennan dag. Lífið heldur áfram. Minnum á fjölda þáttar sem eru að fara að dagskrá hjá okkur núna helgina. Ísland og umheimurinn í umsjón Davíðs Stefánssonar frá Akureyri. Athyglisverður þáttur erlend málefni á sunnudagskvöldi klukkan 8. Við erum líka með fermingarþátt helgina og þátt 30 ára afmæli bjórsins. Já, það einmitt það. Hann verður hér til sýningar. Það minnast svolítið undanfarið. Hann verður til sýningar hér helgina. Já, þú sér það. Já. Akkurat. En við þakkum fyrir okkur í dag og verðum með úrval af því góða sem við erum búin að vera að gera á morgun og hinn, en þangað til verið þið sæl.